Velkomin í spjall, kæru hlustendur. Pírataspjalli í dag fjallar höfundarétt. Hjá okkur eru Einar Hrafn Árnason, hann áhugamaður höfundarétt og hefur meira að segja tekið fleiri námskeið í því og hún Sunna Rós Víðisdóttir sem starfar fyrir þingflokk Pírata. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. Einar, höfundaréttur hefur þetta langa sögu bak við sig, alþjóðlega séð og til söguna kemur internetið á einhverjum tímapunkti. Já. Og þá byrjaði ballið svolítið. Það flest af okkur höfum ekki almennilega tök á hvað höfundaréttur eiginlega. Við erum mögulega að brjóta hann á hverjum degi, mögulega ekki og skiljum kannski ekki alveg alltaf af afleiðingarnar. Hvað höfundaréttur? Sérstaklega hvað varðar internetið? Svo höfundaréttur mjög mikið einfallega rétturinn sem höfundur hefur til yfirráða yfir sínum eigin listaverkum. Þannig að ef að þú skrifa bók, þá getur ekki einhver bókaútgefandi farið og prenta 1000 eintök án þess að fá leyfi á þér. Já. Heldur þarf hann að semja við þig leyfi til þess. Og þetta passa líka upp á að enginn sé að búa til verk sem að byggja á þínu verki og græða á því og að minna þetta að enginn sé að afskræma þitt verk á hátt sem að ógnar þínum höfundaheiðri. Já, þetta við erum að tala meira bara rithöfund hér, það ekki? Við erum að tala eiginlega öll skapandi verk þannig séð. Já, öll skapandi verk, myndir, ljósmyndir, bækur, allt saman í rauninni. Hvað með tónlist? Tónlist líka. Hún líka henni falin. Öll skapandi verk, öll á ensku þetta original works of authorship. Svona upprunalega verk sem að einhver skapaði. Akkurat. Og þetta eru einhver svona elstu alþjóðlega samræmdu lögin. Þannig að þetta kom til áður ljósmyndir held ég að verið mikið til, áður að bíómyndir eru til og þetta hefur þurft að taka alls konar breytingum. Og núna síðast interneti kom til sögunar. Nú ég kannski aðeins eldri en þú, en ég mann þegar bara interneti kom og þetta var svona svolítið bylting. Ekki bara að geta verið í samskipti við landamæri og allt það, þú veist, heimurinn minnkaði, en líka möguleikin á að deila efni. Það var svo auðvelt. Þú veist, mann eftir að taka spólu, þá tók maður spólu í, þú veist, Breiðholtskjörið einhver staðar og fór heim og horfði á hana. Og svo mann ég líka eftir að hafa verið ung stúlka í Breiðholtinu og taka upp lög á laugardögum frá útvarpinu og áttaði með þetta á þeim tíma, þetta kannski 84-85, ekkert á að það var þetta ólöglegt á þeim tíma og ennþá. Svo hvernig nálgumst við, hvernig hefur þetta verið á þessum alþjóðlegum vettvang? Erum við að ná einhvern veginn saman hvað höfundaréttur hvernig við út að þetta kannski svolítið vandamál? Að núna hafa langflest lönd löggilt Bernarsáttmálann og alls konar aðra sáttmála setta upp af alþjóðlegu höfundaréttar samtökunum. Já. Og það við erum að flókið að við erum að tala lönd sem eru jafnvel með mjög mismunandi lögkerfi. Eins og lögin í Bandaríkjunum eru sett upp á allt annan hátt og lögin í Evrópu. Og núna þegar við erum að deila miklu meira efni, miklu hraðar á milli landa jafnvel, þá miklu mikilvægara að sé samhæf löggjöf. Og það það sem við erum sjá til dæmis í Evrópusambandinu. Þá höfundaréttar löggjöf í rauninni skilgreind bara á Evrópusambandslevelinu frekar en í hverju ríki fyrir sig. Og þá erum við með höfundaréttar reglugerð Evrópu, tilskipun Evrópu, afsakið. En það eru auðvitað væntanlega eins og þú segir mörg lönd
margar löggjafir, hvernig er þetta hreinlega of flókið? Ég deili hluti á samfélagsmiðlum á hverjum degi. Ef að sé einhver fyndna mynd af hundi og það stendur eitthvað fyndið, þá deili ég því bara án þess að pæla í því. Er ég að brjóta höfundar löggjöf því ég geri það? Kannski. Við náttúrulega höfum ekki hugmynd. Ég meina, í fyrsta lagi þurfum við að finna út úr því í hvaða löggjöf, í hvaða landi þú ert að deila myndunum. Er það landið sem þú situr í? Er það landið sem að móttakarinn situr í? Er það landið sem að Facebook er í? Svo þurfum við að finna út úr því hvaða undanþágur eru í gildi í því landi, og til dæmis í Bandaríkjunum þá eru undanþágurnar kallaðar fair use oft, að einhver þau flóknustu lög sem eru til, að það veit enginn hvernig fair use mál munu snúast á endanum. Já, hvað er fair use? Svo fair use er svo löggjöf í Bandaríkjunum, að sá hluti höfundaréttarlöggjafa í Bandaríkjunum sem gefur undanþágu fyrir efni sem er notað til dæmis í gagnrýnum tilgangi, í satiru oft, eða í mjög stuttum svona klippum, sem að ætti að vera leyfilegt. Já. Og það er mjög svona fuzzy hugtak, að dómarinn þarf að skilgreina það í hvert skipti sem að því er beitt. Það er svona svolítið óskýrt kannski. En við getum verið nokkuð vissum að efni sem er satíra er alltaf í lagi, efni sem er svona gagnrýni á höfundinn upprunalega er alltaf í lagi, vegna þess að það verður náttúrulega að vera í lagi að gagnrýna einhverju sem er sett fram. Og bara varðandi hvort að þetta sé í lagi allt saman, við verðum náttúrulega að muna að þessi löggjöf er svo sama og passar upp á að ef ég myndi skrifa bók, að þá fara ekki eitthvað stórfyrirtæki og bara prenti 1000 eintök án þess að spyrja mig og hagnast á því. Þannig að við erum alltaf að tala um að það sé höfundaréttur og að það séu undanþágur. Já. En við þurfum svolítið að koma okkur saman hvað sé sanngjörn undanþága, og sérstaklega einhvers vegar í Bandaríkjunum þar sem að dómstólunar hafa mikið vald, þá þurfa dómarar jafnvel líka að taka þátt í þeirri umræðu hvað sé í lagi og hvað ekki. Já. Varðandi vinnuna sem Evrópuþing hefur staðið í núna síðustu mörg árin, og það er nú Pírati á Evrópuþingi, hún Júlía Reta, sem er Evrópuþingmaður Pírata fyrir Þýskaland reyndar, en alþjóðleg hreyfing. Hún hefur staðið mikið í þessari vinnu, og mér skilst að þetta er sem sagt verið að taka höfundaréttinn, uppfæra löggjöfina fyrir 21. öld. Sem sagt, þetta blessaði interneti komið, hvernig við notum það, hvernig við deilum, hvernig við skiptumst á menningum okkar á milli, hefur auðvitað gjörbreytt þessu svæði, höfundaréttinn, en á sama tíma það hljómar vel. Það hljómar vel að uppfæra þessa löggjöf. En á sama tíma þá sjáum við út allt internet að ég get varla að opna samfélagsmiðla áður en að ég sé einhverja auglýsingu sem segir að internetið eins og ég þekki það sé í hættu og við þurfum að bjarga internetinu okkar. Hvað fjallar það um? Já, og það er klárlega þörf á að uppfæra höfundaréttarlöggjöfina, en það voru mögulega gerð mistök í því, allavega er fólk mikið að kvart undan allavega 2 greinum, 11. grein og 15. grein í þessari nýju höfundaréttarlöggjöf, sem nú er búið að endurnefna í 15. og 17. grein. Já, 11. og 13. sem núna er 15. og 17. og við sjáum bara miðan morgun hvað þær eru þá. Þetta er svona, en 13. greinin, svona til að byrja með. Já. Hún er kalluð upload filter á internetinu. Já. Þetta sem það segir að
vefsíða eins og dæmis YouTube eða Facebook ber þá ábyrgð á því ef að notandi þeirra hleður upp höfundarréttarvörðu efni án leyfis. Svo ef að þú myndir opna YouTube aðgang og setja í nýjasta þátt af Law and Order eða eitthvað, þá gæti YouTube verið sótt til sakana. Já. Nema ef að YouTube setur upp eins og það hefur enda gert að sjálfstæðum svo kallan upload filter eða kerfi sem að skannar það sem þú setur upp Já. og athugar hvort að það sé höfundarréttarvarið efni í því áður en þú setur það upp. En býttu, sko, það þýðir það að ég sá frábæran Kastljósþátt. Ég sitt heima á mér og ég hugsa, ég ætla að hlaða niður þennan Kastljósþátt og ég ætla að deila honum á YouTube út af að mér fannst svo rosalega áhugavert það sem var að gerast í Kastljósinu. Ég fer inn á YouTube sem er, já, svona vefsíða með fullt af efni, myndefni aðalega og tónlist og alls konar og ætla að hlaða upp þetta Kastljós, þá hvað? Þá myndi kerfi YouTube stekja þáttinn ef að Kastljós hefur uploadunum sjálfur Já, og ekki leyfa þær að setja það upp. það myndi samsagt setja svona svolítið bann á að því á ekki efni, ég á ekki Kastljós. Það verður að banna mér að hlaða þetta upp á þennan vettvang, á þennan plattform, út af því ég á það ekki. Já, En, þetta rauninni hljómar vel til að byrja með, en svo hugsa maður þessi kerfi og þau eru ekki fullkomin. Náttúrulega þau þurfa að þekka ef einhver sker út 2 sekundur af þættum á einhverjum punkti. akkurat. Þannig að þeir get ekki bara séð hvort þetta sé 100% Kastljósþátturinn. Já, Þannig að ef þú ert að nota Kastljósþáttinn eða tilvísanir í hann í löglegum tilgangi sem hluta gagnrýni eða eitthvað svoleiðis, þá á kerfið eftir að grípa það og segja þetta er höfundarréttarvarið efni og þannig lokar svolítið á gagnrýni og aðra löglega notkanir undir þessum leyfilegu notkunum á höfundarréttarvarið efni. YouTube nú þegar með svona kerfi sem að gerir svona mistök, en þessi löggjöf myndi í rauninni setja upp skyldu fyrir öll fyrirtæki að setja upp svipaðan filter þá á Facebook líka, og þá ef þú ert að taka mynd tekna úr einhverjum sjónvarpsþætti og setja einhvern texta yfir sem mím, þá getur verið að kerfi grípi það og segja þetta er höfundarréttarvarið efni já. og þá sé ekki lengur hægt að deila svona mýmum. En hvernig, já, tæknilega sé, þú veist, hvað þar YouTube, hvernig til þess að YouTube getur átt að segja á að efnið, myndin eða Kastljósþátturinn er Kastljós? Ég meina, þurfa þeir þá ekki að hafa aðgengi, hvað þurfa þeir að hafa aðgengi af? Ég meina, við erum ekki að tala um að þau þurfa að hafa aðgengi af tölvunum minni eða neitt annað eða nokkuð. Nei, þau þurfa bara að hafa aðgang að efninu sem þú ert að hlaða upp. Já. Og þeir náttúrulega þurfa að hafa aðgang að efninu frá upphaflega eigandanum. Akkurat. Við erum ekki að tala um að efni sem að YouTube sé að fara að grípa efni sem að höfundurinn hefur ekki sendt til YouTube sjálfur og sagt YouTube að taka niður, en þannig að allt efni sem er í eigu 21st Century Fox eða eitthvað á eftir að vera á YouTube í þessum filterum. Já. Svo það verður ekki hægt að grípa myndir eða myndbrot úr þessum þáttum eða hverju öðru. En þetta hljómar, er ekki bara allt í lagi ef að þú býr til, já, eitthvað tónlistamyndband og ég er eitthvað að deila því, er það ekki bara þinn varin réttur til þess að ráða hvernig því er deilt? Ef þú ert höfundurinn, meina ég. Ekki alveg, að einhverju leyti já, Já. en það eru undantekningar af ástæðu, dæmis gagnrýni á ef ég leggja fram einhverja svona hugsjónir, þá á að geta verið
samræða innan svona samfélagsins Mhm. umræður þessar hugsanir og þá á að vera hægt að vitna í mig til þess að geta gagnrýnt það sem ég segi Já. til dæmis að En er YouTube þá bara orðin löggan eða? Núna erum við bara að nefna YouTube sem dæmi, sko. En þú veist, já. já, í rauninni þarf YouTube að sjá til að það sýnir notendur séu ekki að brjóta lögin annars er YouTube að brjóta lögin Já. og þetta er gert á þann hátt vegna þess að það er ólöglegt í Evrópusambandinu að leggja þá skyldu á fyrirtæki að þau fylgist með öllu sem er hlaðið upp Mhm. og þeir komast fram hjá þessu með því að segja fyrirtækinu þá berð þú bara ábyrgð ef að þú fylgist ekki með frekar en að leggja bara hreint út skyldu að þú skalt fylgjast með. Já. Þetta er 13. greinin. Fólk er ósátt við þetta að fyrirtæki eigi núna þessa skyldu og þau bara ábyrða að gera þetta. Er þetta bara fyrirtæki sem eru fúl út í 13. greinina? Eða? Þetta náttúrulega hefur áhrif líka á allt fólki sem er að deila efni að löglegu efni mjög oft á samfélagsmiðlum Já. að sem að fyrirtæki núna mun bera skyldu til að stoppa ef þetta kemst í gegn. En hvernig er 11. greinin þá? 11. greinin eða svo kallað Neighboring Rights for Press Publishers eða link tax Já. eins og þetta er kallað Hlekkaskatturinn. hlekkaskatturinn. Þetta snýst það að eins og þú sérð fréttum delt á Facebook eða Google það var alltaf myndir úr fréttinni, það er nafn fréttarinnar Já, já. og smá textabrót. Fyrirsögnin og, já, nákvæmlega. Fréttafyrirtækjunum hefur fundið þetta að vera svolítið vandamál að fólk sé að sjá fréttinu þeirra á Facebook, sé að lesa þetta textabrót og þau halda því sem sagt fram að þetta þýða að fólk sé ekki að íta á fréttina, sé ekki að sjá auglýsingarnar á síðu fréttamiðilsins og þá að Facebook og Google séu að stela í rauninni þeirra tekjum með því að birta þetta litla brot af þeirra vefsíðum og vilja að þetta sé stoppað, að það verði ekki lengur leyfilegt að birta svo kallaða snippets eða textabrót úr fréttum. En, ok, en hvað, þú veist, má þá ekki neitt lengur, þú veist, hvað megum við gera? Megum ekki, það er svo mikið af menningun okkar og menningarskiptum sem eiga sér stað á internetinu og ef að hlaða upp eða hlaða niður eða deila efni, allt í einu eru fyrirtækin orðin löggurnar og að ég má ekki, þú veist, að ég vil deila mínum skoðunum á fréttum, ég vil deila og hafa aðgengi að fréttum sem aðrir eru, þú veist, hvað kemur þetta, þessi 11. grein, hvað kemur hún eiginlega í veg fyrir? Get ég ekki bara afritað þetta litla textabrót og setta bara í statusum minn á Facebook? Ekki ef þú vilt ekki brjóta 11. grein höfundaréttarlöggjafarinnar. En við erum alltaf, sérstaklega hérna á Íslandi, við erum alltaf að vísa í greinar, okkur finnst mjög gaman að deila skoðunum okkar með fólki í samfélagsmiðlum. Já, ungt fólk fær fréttinu sína aðalega af samfélagsmiðlum og þetta er á einhvern hátt hvernig við fylgjumst með samfélaginu kringum okkur. Nákvæmlega. Og samræðina líka, mér finnst það allavega, flesta samræði sem ég hef já, það sem er að gerast í samfélaginu, það sem ég hef skoðun á, það sem skiptir mér máli, það sem er að reyfa við okkar menningu. Ég meina, jú, ég fer alveg í kaffi, ég tek alveg þátt í svona spjöllum eins og þessu, en mikið af því sem ég er að gera á sig bara stað á internetinu, á samfélagsmiðlum. Já, og þetta mun skapa ákveð eftirlit með því sem að á þá í hættu á að hindra þig frá því að eiga þátt í hluta þessum samræðum. Já, skerða, kannski ekki beinlínis skerða tjáningafrelsi mitt, en það er að skerða aðgengi mitt kannski á að eiga þessi menningarskipti á internetinu. Já, aðgengið þitt að fréttum
til dæmis. Já. Og aðgengið þitt að sanngjarnri gagnrýni á í rauninni vörur eins og gagnrýni á myndir eða gagnrýni á bækur eða væntanlega verða bækur ekki hluti af Ég meina, ég á svona tæki heima þar sem ég les bækurna mínar. Já, það var væntanlega ekki hægt að, sem sagt, finna textabrót við klippum þetta. Já, Ef þú ert að tala um textabrót upp úr, já. En rafræna bækur er nú líka fyrirbæri sem er alveg til. Og það er, já. Já, en ég meina, ef þú ert til dæmis að með YouTube-myndband að gera book report eða eitthvað, þá held ég að kerfið sé ekki að fara að grípa það. Já, ég skil. Já. Þetta hljómar sem slæm hugmynd, Einar. Og ég veit að mörgum öðrum finnst þetta rosalega slæm hugmynd. Það er búið að vera að skipuleggja mótmæli alla Evrópu. Hvað er markmið með þeim? Númer 1, hvað erum við að mótmæla? Og hvers vegna skiptir þetta okkur svona rosalega miklu máli? Svo mótmælin eru gegn Article 11 og 13 að greina 11 og 13. Já. Vegna þess að fólk vil hafa svolítið óskert aðgang að internetinu og að þetta er alveg vissulega mjög mikil skerðing á að rétti fólks til að deila efni, ekki bara á YouTube og Facebook, heldur líka á minni síðum sem að leyfa notendum að setja upp efni, að Reddit eða öllu svona minna, þínu eigin persónulega bloggi eða ef þú ert með kommentakerfi til dæmis. Já. Og það sem það er komið lokadrög af reglugerðinni, að tilskipuninni og það er verið að kjósa þau núna á þriðjudaginn, 27. mars. 27. mars, verður sem sagt kosið þetta löggjöf. Já. Þetta er síðasta kosningin í Evrópuþinginu og ef þetta er samþykkt þá fer þetta í lög. En þingi getur líka samþykkt breytingatillögur þar sem ákveðnar greinar væru þá teknar út. Já. Og það er búist við að verði flutt breytingatillögur þar sem að greinar 11 og 13 verði teknar út. Já. Og við sjáum hvernig það gengur. Og á meðan hafa mótmælendur skipulagt alveg 5 miljón manna undirskriftalista sem er alveg met og mótmæli víða Evrópu, oft í Þýskalandi eða annars staðar til þess að reyna að hafa áhrif á sína Evrópuþingmenn og að sýna þeim að þetta er ekki í lagi og það verði að stoppa þetta. Já, nú erum við þetta ekki með Evrópuþingmenn hér á Íslandi þar sem við erum einungis í evrópsku efnahagssvæðinu og ekki Evrópusambandinu, en þetta kemur samt okkur við, ekki satt? Já, að þetta verður algjörlega einlegt á Íslandi, að við munum þurfa að fylgjast með löggjöfum. Við höfum í rauninni ekkert að segja hvort það verður settar á vegna að við erum ekki í Evrópusambandinu. Já. En við getum haft áhrif með því að deila fréttum grein 11, grein 13 með því að koma því til evrópskur vina okkar og fá þau til að hafa áhrif að sína fulltrúa. Þannig að við erum svona samtengd vegna internetsins og við viljum ekki það hætti. En við höfum þá áhrif líka á fólk í alls konar löndum. Já, algjörlega. Takk kærlega fyrir komin, Einar. Já, takk. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. Velkomin í spjall, kæru hlustendur. Í Pírataspjallinu í dag erum við að tala höfundarétt. Við erum að tala höfundarétt, hvernig hann hefur áhrif á okkur. Við erum að tala Evrópuþing sem er að fara að kjósa, núna bara bráðlega, ný höfundaréttar löggjöf, nýja höfundaréttar löggjöf. Hjá okkur er hún Sunna Rós Víðisdóttir sem starfa fyrir þingflokk Pírata og sem skrifaði bachelorritgerðina sína í lögfræði akkurat höfundaréttarmál. Sunna, velkomin í þáttinn. Já, þakka þér fyrir. Takk fyrir að bjóða mér.
Við hefum spjallað svolítið sem sagt höfundarétt, þessa nýju löggjöf og sérstaklega grein 11 og grein 13. Já. 11 það sem ég beinþýddi sem hlekkarskatt. Já. Þú getur kannski leiðrétt það svolítið. Og grein 13 fjallar sem sagt filter sem verður skylt að setja á sem fyrirtæki eiga sem eru á svona stórum plattformum að setja á, til dæmis YouTube, til að sjá til þess að það er ekki brota þessari löggjöf. Já. Er það rétt skilið? Það nokkuð rétt skilið, sko. Það er eiginlega þannig með grein 13 að hún vill gera þessa milliliði sem við kallum, sem eru hýsingafélög og fyrirtæki sem bjóða upp á þjónustu í upplýsingasamfélaginu. Hún vill gera þá ábyrga fyrir því efni sem að notendur þeirra þjónustu setja á internetið. Já. Sem að eiginlega felur þá að sjálfsögðu í sér. Það þarf að fylgjast með því hvaða efni fer þarna inn. Og þess vegna er oft talað svona upload filter eða svona upphalsfilter ef við notum íslensku. Þetta er náttúrulega svolítið mikið vandamál því að kannski ef við þekkjum YouTube þá eru þau með svona filter í gangi, þannig að þú getur ekki endilega hlaðið upp efni sem er höfundaréttavarið. En þetta mun eiga við miklu svona víðtækari starfsemi heldur en einungis höfundaréttavarið myndbönd og annað, þannig að það er alveg, já. Já, höfundaréttur þetta líka svolítið stórt fyrirbæri. Hann það. Þetta er bæði tónlist, þetta er listaverk, þetta er myndir, þetta er það sem er kallað memes. Já. Sem eru oft, myndefni, skjáskot með einhverjum texta á. Þeim er oftast mjög fyndið. Já. Og stór partur eiginlega af menningun okkar, sérstaklega hvað varðar okkar hegðun og menningarskipti á internetinu. Já. Það er svolítið erfitt þessa dagana ekki að opna eitt svo kallað internet og sjá að það á að bjarga því. Við þurfum að bjarga internetinu. Að það er verið að ógna internetinu eins og við þekkjum það í dag og það er bara í hættu. Hvað fjallar það hvað þessi tilskipun, þú veist, byrjum kannski þar. Hvað er tilskipun? Ég meina, Ísland er ekki í Evrópusambandinu, Ísland er í Evrópska efnahagssvæðinu og kemur þá væntanlega einhvern veginn að þessu. Já, sko, kannski það er ágætt að útskýra kannski munin á tilskipun og reglugerð Evrópusambandsins. Já. Við erum náttúrulega í Evrópska efnahagssvæðinu og við erum þar ásamt Noregi og Liechtenstein, þrjú lönd sem standa fyrir utan Evrópusambandið en erum innan Evrópska efnahagssvæðisins. Já. Og Evrópusambandið það löglegir fullt af bæði reglugerðum og tilskipunum. Tilskipunar virka þannig að aðildarríki Evrópusambandsins þau fá ákveðið svigrúm til þess að framfylgja efni tilskipunarinnar í sínum eigin landslögum. Þannig að þau fá ofta einhvern svona kannski 2 ára að tíma eða hálfsárs tíma og þá eiga þau að vera búin að uppfylla það sem kemur fram í þessum tilskipunum. Já. Á meðan reglugerðir eru oftast bara teknar beint upp í lög eins og við þekkjum með persónuverndarreglugerðina. Þú færði ekkert að mixa það? Nei. Það er ekkert svoleið, sko. En eftir að þessi innleiðingatími er liðinn, þá eiga öll löndin að vera búin að setja það í sín landslög, hvernig þetta er. Og það tala að tilskipanir hafi bein réttar áhrif, sem þýðir að ef að landi kannski er ekkert búið að bæta sín lög, þá geta samt borgarar þess ríkis reitt sig á tilskipunina, þannig virkar þetta þar. Já, ok, svo þetta kemur þetta skiptir okkur hér á Íslandi líka máli? Já, náttúrulega, það er varðandi Evrópska efnahagssamninginn, þá er eitthvað sem heitir sameiginlega EES-nefndin, að hún ákveður hvaða lög frá Evrópusambandinu á að innleiða inn í EES-samninginn og hún hefur til dæmis varðandi þessa tilskipun lagt fyrir tillögu af því að þessi höfundarétta tilskipun verði hluta EES-samningnum og það fellur svolítið undir gildisvið þessa samnings. Þannig að öllum líkindum ef hún er samþykkt þá mun hún líka vera tekin inn í EES-samningin. Já. En þetta er náttúrulega
internetið er ekki staðbundið, þannig að þetta mun alveg hafa áhrif á Íslandi, hvort sem að EES nefndin er búin að segja af það á með það, hvort þetta er að innleiða þetta á Íslandi. Að því að við náttúrulega sem íslenski neytendur notum internetið frá fullt af þjónustu aðilum á Evrópusvæðinu. Og Pælum væntanlega alls ekkert í því. Nei. Hvar efnið er búið til, hvar það er hlaðið upp, hvar við erum þegar við erum að kíkja það. Einmitt, og líka bara fréttamiðlar úr Evrópu eru, við lesum mikið af þannig fréttamiðlum og margar síður sem að við heimsækjum sem að við erum ekki, eins og þú segir, við erum ekki endilega viss hvar þær eru hýstar eða geymdar. Nei, nákvæmlega, fyrir utan það þetta. Þannig að þetta mun fela í sér umtalsverðar breytingar á bara, þú veist, öllu lífkerfi internetsins ef þetta verður samþykkt og en það er náttúrulega alveg óvíst hvort að því mun verða eða ekki, sko. Já. Það er mikið, svona, það er mikið lobbyism í gangi og það er eiginlega mjög erfitt að segja til hvort þetta fari í gegn eða ekki. Já, það er nefnilega, það stendur til að kjósa nýju höfundaréttarlöggjöfina núna 27. mars. Já. Og já, internetið okkar er í hættu, Sunna, við verðum að bjarga því. Við verðum að gera það. Hvað þýðir það? Þú veist, núna vitum við aðeins kannski meira það þarf að uppfæra hana. Við erum á 21. öld, þessi löggjöf skiptir máli, höfundaréttur skiptir máli. Algjörlega. Fyrir okkur öll, hvort við erum höfundir eða neytendur. Já. Já, þessi grein 11, þessi grein 13, það er búin að gera allt brjálað. Já, algjörlega. Það eru skipuleg mótmæli víðsvegar Evrópu. Já. Og þessi löggjöf, sko, það er alveg svona góðir hlutir innan hennar eins og að menningarstofnanir og annað, það er alls konar góða breytingar og það er auðvitað mjög mikilvægt að tryggja höfundarétt, en það má bara eiginlega alls ekki gerast á kostnað annara réttinda eins og tjáningafrelsis og frelsi til þess að fá upplýsingar. Já. Og það er að þið muni eftir ACTA og SOPA og PIPA, maður er að sjá svolítið svona svipar tilhneigingar í þessari löggjöf. Það sem er eiginlega verið að ætlast til þess að það sé einhver sem fylgist með því hvað fer á netið, og það er náttúrulega hægt að nýta þetta í annarlegum tilgangi, sérstaklega stjórnvöldum og í pólitískum tilgangi til þess að skerða réttindi fólks til þess að tjá sig ákveðin hátt eða annað. Til dæmis eins og gagnrýna eða? Já, þetta getur átt sér stað þegar eins og við lagt til þarna að þessir milliliðir að þeir bera svolítið ábyrgð á þessu efni sem að notendur setja á vefinn, og ef að einhver sem er kannski rétthafi eða kannski ekki tilkynnir eitthvað ákveðið efni, þá ber þeim skylda til þess að bregðast við því, taka efnið niður á netinu. Ef þetta er kannski ekkert rosalega fjársterkir aðalar sem eru að hýsa eða búa til einhvern netvettvang fyrir fólk, þá er hættan svo að þið muni taka niður allt efni hvort sem að það er höfundaréttarvarið eða ekki, því að þeir náttúrulega vilja forðast lögsóknir. Þetta gefur svona, ég veit ekki, maður hefur á tilfinninguna er þið mjög mikið að lögsóknum, því að þetta eru rosalega margir aðalar, að það koma margar tilkynningar, það er ekki víst að allir geti verið að fylgjast með öllu efni sem að fer á neti, nema þá fjársterkustu aðilarnir sem eru náttúrulega Facebook, Google og YouTube. Já, þetta fer nefnilega víðar en það. Já, miklu víðar, og þessi 3 fyrirtæki náttúrulega eru svona, eins og maður segir, big players og eru enda svolítið varhugaverðir á þann hátt að þeir náttúrulega safna gríðlega mikið af persónuupplýsingum fólk sem þeir selja áfram og hafa yfir miklu fjármagni að móða, og það er ef við horfum ekki bara á hvað stendur í löggjöfinni heldur hvað afleikar hún hefur. Já. Þá hafa til dæmis 130 allavega fyrirtæki núna skrifað undir yfirlýsingu og beiðni eiginlega til Evrópu þingsins að hætta við þetta, því að þau sjá ekki fram á rekstralega forsendur til þess að halda áfram í sinni starfsemi ef þetta verður lögfest. Þetta skapar svo mikla hættu, bara bæði
í kringum hagkerfið og bara, já, fyrir frelsi okkar til þess að tjá okkur á internetinu, því að ef einhver tilkynnar eitthvað sem við tjáum okkur það er ekki víst að eitthvað fyrirtæki ætla að skoða nákvæmlega hvort þetta sé höfundaréttarvarið eða ekki. Það er líka flókið að sjá oft sérstaklega með myndir, logo, alls konar svoleiðis. Það þarf oft sérfræðinga til þess að meta hvort þetta sé skráð með einkaleyfi, í hvaða landi, hvernig það gildir. Það þarf rosalega mikla lögfræðilega aðkomu að öllum þessum ákvörðunum sem þarf að taka. Já, en við viljum með þetta verja höfundaréttin líka. Ég meina skapandi greinar skipta okkur rosalega máli ef það er ekki fyrir menningu, hvers vegna eru við þá að gera neitt. Algjörlega. Þú nefnir, það er nefnilega kannski komið tími til að við uppfærum þessa höfundaréttarlöggjöf til 21. aldar. Þessi vinna er búin að eiga sér stað síðustu árin hérna á Evrópuþingi og í Evrópu hefur verið talað mikið bara nauðsyn og þörf á að uppfæra þessa löggjöf. Já. Er hún allslæm eða er þetta eiginlega bara þessar 2 greinar? Það eru aðalega þessar 2 greinar, grein 11 og 13 sem er enda búið að breyta númerunum á núna. Það eru þær sem að skapa mestu óvissuna varðandi og eru eiginlega að ógna öðrum réttindum sem fólk hefur. Það veist náttúrulega höfundaréttur er flokkast undir eignarétt í sumum löndum og sumum löndum ekki. Og eignaréttur náttúrulega er mjög mikilvægur en það er rétturinn til þess að tjá sig líka og rétturinn til þess að fá aðgang að upplýsingum, til þess að vera upplýstur og náttúrulega internetið þjónar rosalega miklum hagsmunum í bara allri okkar samfélagsgerð í dag. Og við höfum alveg séð það sem að tjáningarfrelsi er skert, það sem að internetið er ritskoðað. Fólk er illa upplýst. Það fær ekki tækifæri til þess að taka ákvarðanir út af því að það hefur ekki aðgengi að upplýsingum. Og það er bara svo mikil hætt á misnotkun þegar við ætlum að tefla saman þessum 2 réttindum á þennan hátt. Og auðvitað er eignaréttur og höfundaréttur gríðarlega mikilvægur og viljum virða hann, en það er bara alltaf spurning fórnarkostnað, hvort það sé ekki hægt að fara einhverja aðra leiðir sem eru vægari. Og náttúrulega eftir að interneti kom til sögunar þá hefur rosalega mikið breyst í því hvernig við njótum listar og hvernig við greiðum fyrir list. Við erum hægt að kannski kaupa hjá mikið að geisladiskum og vínilplötum. Já, við erum nú sum sem ennþá stöndum við því. Já, en þú veist, það er náttúrulega þetta rétt að það er að dreifa höfundaréttarvörðu efni á örsekundum í gríðarlega miklu magni. Og það er svolítið það sem grunnur liggur og það er náttúrulega bregðast við því þegar að vera að deila efni ólöglega, ekki með leyfi rétthafa. Og rétthafar hafa náttúrulega leiðir innan sinna landa til þess að óska eftir því að fara í málið eða fá lögbann á ákveðnar síður eða annað, en þetta er náttúrulega langt og dýrt ferli. Já. Það er svona mergum málsins, en samt sem áður þá ef við horfum bara á söguna varðandi síðustu löggjafir sem hafa bæði verið svona innan ákveðinna landa eins og Bandaríkjanna eða þá í formi alþjóðasamninga, þá er þetta svolítið svona einhvern veginn trend. Það er einhver vilji til þess að einhver sé gerður ábyrgur fyrir því að fylgjast með því hvað fólk er að setja á netið, og það leiðir líka af sér að stjórnvöld til dæmis gætu óska eftir þeim upplýsingum, til dæmis frá þessum milliliðum eins og við kallum, sem eru fjarskiptafyrirtæki, hýsingaraðilar og aðrir sem stjórna þessum stóru samfélagsmiðlum og öðru. Og við erum kannski ekkert við erum frekar öruggum þetta á Íslandi, eða okkur finnst það allavega, en það er ekki sömu aðstæður á Íslandi eins og annars þar, eins og við sjáum hvað gerast í Tyrklandi
með Erdogan, við sjáum hvernig ástandið er í Kína, það er hérna, þú veist, líka bara ritskoðunarlög eins og átt sér stað í Bandaríkjunum hérna í kringum Íraksstríðið. Þú veist, við vitum ekkert hvernig þetta verður nýtt í framtíðin, við vitum ekkert hvernig verður heims ástandi eftir 15 ár. Já. Og það er svolítið svona. En átti þessi ekki löggjöf ekki akkurat að taka á því? Átti þetta ekki loksins að vera löggjöf til framtíðar? Já, það er ekki allir alveg sammála því að í rauninni styrkir þessi löggjöf í sessi, þessi stórfyrirtæki sem að stjórna og hafa aðgengi að ansi miklum upplýsingum okkur sem eru líka staðsett í Bandaríkjunum, þar sem að leyniþjónusta Bandaríkjanna hefur greiðan aðgang að öllum upplýsingum. Ef við setjum lög sem að eiginlega útilokar að aðilar sem hafa ekki jafn mikið fjármagn og lögfræði getu til þess að bregðast við svona regluverki, þarf að útiloka rosalega marga hérna, hvað segjum við, kannski svona, já, aðalega sem vilja stunda betri viðskiptahætti heldur en að selja upplýsingar fólk, og við erum að útiloka svolítið sprotafyrirtæki, við erum að eiginlega svolítið að hefta nýsköpun á þessu sviði, því að þetta eru strangar kröfur að þurfa að vera mónitora, að fylgjast með bregðast við tilkynningum og vera gerð bara skaðabótarskyld gagnvart því að einhver notandi á einhverju þjónustu gæti mögulega vera að deila einhverju efni eða setja upp efni sem að einhver annar ætti rétt á. Já, það sem ég líka bara velti fyrir mér erum við þá að biðja að auki þessi stóru fyrirtæki að vera lögreglur? Þetta er svona... Já, það er alveg hægt að lýsa því á þann hátt. Og þetta er eins og við sáum í ACTA sem var mótmælt alls staðar í heiminum, að hvað var ACTA eftir? The Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Já. Og að muni eftir Anonymous hreyfingunni. Já. Hún barðist ötulega gegn þessu, og það var reyndar alþjóðasamningur sem var samin á leynifundum víðs vegar heiminn. Hvað var svona aðalatriðin í ACTA? Það var þetta það var líka þetta með milliliðina að það var aðalega með fjarskiptafyrirtæki eða þau sem að internet service providers þau áttu að vera ábyrg fyrir því hvað þeirra notendur voru að gera á internetinu, sem að náttúrulega næri eiginlega ennþá lengra inn í einstaklingsfrelsið þitt á internetinu, því að við viljum ekki að það sé fyrirtæki eða þú veist, ríki sem er að fylgjast með því hvað við erum að gera. Þú veist, það er frelsi okkar að fá að vera frjáls á internetinu og deila upplýsingum, jafnvel upplýsingum sem eru óþægilegar fyrir ríkisstjórnir, fyrir einhver valdaöfl, hagsmunaöfl og annað. Þannig að þetta er alveg, þú veist, þetta er stór bardagi og er gegnum gangandi, og að það kemur alltaf önnur löggjöf og önnur hvað eftir annað, því að ég meina ACTA var stoppuð út af mótmælendum, út af andspyrnu, og en þú veist, hún var meira afgerandi heldur en þessi löggjöf. Þessi löggjöf, hún er, ef maður lesa hana þá bara, já, ok, kannski þetta í lagi, en ef maður kafar aðeins dýpra, þá sér maður alveg hvað vandamáli liggja, og þetta er hálfgjört torf að lesa þessa Evrópu tilskipanir, en það eru aðalega sem starfa innan tæknigeiras sem átta sig alveg nákvæmlega á því hvað þetta þýðir og hvað þetta felur í sér, og ég meina þau óttast sína afkomu. Þetta er ekki bara, þú veist, þetta er ekki bara spurning mannréttindi, líka bara efnahagsleg réttindi og bara hagkerfi internetsins. Og þetta getur virkað mjög letjandi fyrir hvers konar nýsköpun, þannig að það nefnir mótmæli. Ég meina, það verða mótmæli núna 23. mars, bara núna á laugardaginn, bara núna
þessa helgi Mhm. út alla Evrópu. Já. Það verður að hvetja fólk til að tala við Evrópuþingfólki sitt, Mhm. skrifa. Það er búin að vera undirskriftar listar og safnanir sem hafa farið yfir 4-5 milljónir, Já. eitthvað þannig. Mhm. Það skiptir allavega einhverju máli. Já. Höfum við séns í þetta? Ég meina, mér finnst stundum allavega fyrir mitt leyti átt að sig kannski standi svolítið seint á því. Mhm. Hvað þýðir þetta eiginlega fyrir mig? Og það hljómar eins og þetta er einstaklingaréttindi og tjáningafrelsi mitt sem einstaklingur. Mhm. Þetta er nýsköpun. Þetta er möguleiki á að geta bara þjána peninga á internetinu og nota það eins og það er í sínu formi. Mhm. Höfum við séns í þetta? Það er fyrir kjósa 27. Já. Þessar greinar eru í eins og er. Getum við breytt þessu? Ég ætla rétt að vona það. En sko það er búið að leggja fram ákveðna breytingatillögur við allar þessar lagagreinar og margar hverjar þær draga gífulega úr skaðlegum áhrifum þess sem að afleiðingarnar yrðu. Evrópuþingið kýsa tvisvar, það verið fyrst kosið hvort þau ætla að kjósa hverja breytingatillögu fyrir sig. Já. Og svo verið kosið svona heildarútkomuna og það veit eiginlega enginn hvorum megin við hvernig þetta fer því að það eru mörg lönd í Evrópu sem að vildu ekki að þetta yrði að lögum og mótmæltu því en þau voru í minni hluta voru samt held ég 8 eða 9 af 16 í svona fyrr í ferlinu og það er gríðarlega eða svona andspyrna gagnvart þessu og ég meina það virkaði síðast með ACTA ACTA var vísa til til Evrópudómstólsins þess að fá úr skori hvort að ákveði ACTA samrýmdust mannréttindasáttmála Evrópu en það svo ákveði Evrópuþingi bara að droppa því þetta var bara svo augljóst þannig að þessi aktivismi sem átti sér stað þá hafði greinilega áhrif en svo náttúrulega líka eru hagsmunaaðilar sem að eru svona að bítast ákveðna þingmenn sem að kannski eru hingað og þangað og ég las líka að þingmennum hefur verið hótað ef þau kjósa á móti þessu þannig að þetta er alveg rosalega harður umveruleiki sem á sér stað miklir hagsmunir í húfi, gríðarlega fjárhagslegir hagsmunir bara stjórnmálalegir hagsmunir og annað það er náttúrulega öll takmörkun sem við setjum á frelsi fólks er hægt að nýta sem stjórntæki af valdhöfum, af ríkisstjórnum og stórfyrirtækjum þannig að við þurfum að vera mjög vel vakandi og ef þetta verður samþykkt í einhverju formi sem að við teljum skaðalegt þannig að þurfum við að standa svolítið saman og bregðast við því við þurfum líka að upplýsa fólk hvað þetta felur í sér og hvaða réttindi það hefur og mér finnst náttúrulega líklegt að mál á grundvelli þess yrðu náttúrulega vísa til Evrópudómstólsins sem þyrfti að taka afstöð til þess hvort þetta samrýndist tjáningafrelsis réttinum okkar eða öðrum mannréttindum þannig að það er ekki öll von úti þótt þetta sé samþykkt en þetta er vissulega áhyggjuefni. Þetta hljómar eins og stórt og mikið verkefni. Evrópuþing er búin að vera að þessu í fleiri ár. Við erum að koma á lokametrunum. Þú ert vongóð. Já, ég er alltaf svo bjartsýn sko, en eins og ég segja, Þetta hefur áhrif á okkur öll. Gerir það nefnilega. Sunna Rós Víðisdóttir, takk fyrir komuna. Höfundaréttur vonandi aðeins skýrari fyrir okkur öll og hlustendur. Við sjáum til. Þetta er ekki byrjunin, þetta er heldur ekki endurinn, en við vitum allavega vonandi meira á næstu dögum. Takk hérlega fyrir komuna. Takk hérlega fyrir mig. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time.
And that's what we're gonna do. Well, when, baby? Let's go. We're gonna have a good time.